Já, komið sæl. Það var nú svona tiltölulega rólegt viður hjá okkur í dag. Vestlæg átt svona að uppruna og allt í tengslum með þessa hæð sem við sjáum hér rétt norðvestur af Írlandi og Skotlandi. En það verið svona nokkuð rakt og við fengið hér súldavott á vestur hluta landsins, sérstaklega þú úti við ströndina. En það sem einnig svona markvert í þessu öllu saman það að hitatölur hafa nú verið að lækka hjá okkur. Við vorum með hámarkshita upp á tæp 19 stig í gær en bara rétt 12 stig í dag og víða næturfrost í innsveitum norðan til á landinu síðastliðna nótt. Og þannig verður nú svona þema hjá okkur það sem í framhaldinu. Við sjáum að það svo sem ekki mikið sem breytist hvað varðar morgundaginn, hæðin svona leitar örlítið til austurs inn á Norðursjó á morgun, en við verðum í nokkuð svona svipuðu veðri hér til lands. Það kannski að við eitthvað aðeins heftari þrýstilínur yfir norðvestur horni landsins, þannig að svona aðeins ákafari vindur þar en á öðru liti svipað veður áfram. En það sem hæðin gerir þó og þessi vestanátt og hún heldur nú svona að okkur tiltölulega mildu lofti. Við sjáum hérna kalda loftmassa sem er að skreita í rauninni Norðurlöndin og í dag og víða nokkuð napurt þar, sérstaklega þegar norðan dregur. En í nærmyndinni þá sjáum við hvernig staðan var hér klukkan 19, skýjað mestuliti á vesturhluta landsins og svona græni flekki hér rétt vestur á landi og þetta er bara svona súldaloft eða þokuloft sem hefur verið að koma hér inn á vesturströndina. Bjart veður að öðru leyti þegar austan dregur og við sjáum svona stöðuna hvernig hún breytist lítið sem ekki neitt nema vera skildi að það herðir aðeins vind á norðvesturhorninu til morguns. Öðru leyti áfram svipa veður allan til morguns og svo breytast hlutina aðeins komin á helgin og við sjáum það betur eftir. En hvað var að hitatölur, þá sjáum við að þær eru svona mikið til bara í kringum 10 stigin á láglendi á morgun og hellilega nokkur gráða svalara þegar við komum til fjalla. Verður áfram nokkuð þungbúi hér við vesturströnd landsins og getur áfram gert súld þar öðru hvoru, en bjart viður á austurhelmingi landsins og einnig víða þegar norðar dregur og á Norðurlandi. Og síðan svona smásaman dregun úr þessari suðvestlæg átt hér þegar kemur fram á laugardaginn og vindátt það sem meira hún verður smásaman norðlægari þegar líður á laugardaginn og það breytist nú aðeins mistrið og það verður nú bjartasta veðri að finna hér sunnan og suðaustanlands. Einhverja úrkoma verður að finna þá á Norðurland og hitatölur að lækka þar, ekki það að verði neitt ýkja lít hér síðra en við getum fengið þetta 10-11 stig það sem best lætur og í framhaldinu síðan þá frá laugardegi til sunnudags þá er henni bara svona eiginlega ágerist þessi norðaustlæg átt og verður svona nokkuð ákveðin. Það mest megnunum til þó að þetta á bilinu 5-10 metrar á sekundu. Á sunnudaginn þá er þetta nú svona aðeins búið að ganga niður aftur, ætlar að verða bjart hér miðjan dag á sunnudaginum á norðvesturhorninu en skýjað að öðru leyti og við sjáum hér bakka sem að snerta Reykjanes tána hér klukkan 12 á sunnudag. Spáir gera ráð fyrir því að hann þetta er ákveðið lagðadrag sem hann gerir sem meira gildandi þegar líður á sunnudaginn og dreifa úr sér þá til norðurs vestanvert landið og valda rigningu víða þá hér vestanlands seint á sunnudag og á mánudag einnig. Og áttin svona tíma þá aðeins austlægari en svo gera spár aftur á móti ráð fyrir því að þegar að þetta drag hjá og þá verði ákveðin norðaustlæg átt hjá okkur eða norðlæg átt og kalt í raunu í næstu viku. Hvað varðar Skandinavíu og Megilandi þá þessi hæð komin inn á Norðursjó á morgun. Víða lítur þetta skúralengar í miðhluta álfunnar, fínasta veður að mestu leyti á Ítalíu og skúralengar einnig í austurhluta Spánar. Það er nokkuð skýjað á Kanaríeyjum eins og þetta ber með sér rakt en hitatölur alveg með ágætum þar. Og svo endum við hér þá í Norður Ameríku, 25-30 stig í Suðurríkjunum og hitatölur svona almennt sér víða yfir 20 stigum í Bandaríkjunum en svalara þegar norðar dregur. En við skulum segja þetta gott að vera í dag. Verið sæl.